Manneskjan í eðli sínu félagsvera, hönnuð til að tilheyra í hóp og mynda djúpstæð tengsl við aðra. Í gegnum söguna höfum við byggt samfélög sem styðja hvert við annað, þar sem tengsl, samvinna og tilfinningalegu stuðningur hafi verið lykilþættir. Félagsleg tenging veitur okkur ekki aðeins tilgang, heldur hún einnig grundvöllur fyrir okkar andlegu og líkamlegu vellíðan. Allir samfélaginu þurfa að eiga sinn stað, sitt hlutverk og sinn tilgang. Við verðum að finna að við skiptum máli fyrir hvort annað. Það bara mannlegt eðli. Í nútímanum, þar sem stór hluti samskipta okkar fara fram í gegnum skjái og samfélagsmiðla, hefur þessi tenging veikst. Við sjáum að einmenaleiki að verða alvarlegt vandamál víða heim, jafnvel kallaður faraldur. Fólk finnur sig sífellt meira einangrað, þrátt fyrir að vera tæknilega tengt fleirum. Þegar við upplifum einmanaleika, virkjum við streitu viðbrögð líkamanns sem hækkar kortisólmagn með neikvæðum áhrifum á ónæmiskerfið, svefnin og almenna líkamlega og andlega heilsu. Samfélagið hefur sjaldan verið jafn sundrað og það í dag, sérstaklega þegar kemur að pólitískri sundrung. Með tilkomu samfélagsmiðla og þeirra algoritma sem stýra upplýsingaflæði til okkar hefur orðið auðveldara fyrir fólk að festast í sínum eigin skoðana blöðrum. Algoritmarnir vinna þannig að þeir sýna okkur stöðugt efni sem staðfestir okkar eigin viðhorf, sem getur leitt til þess að við verðum sífellt staðfastari í okkar skoðunum, en missum samhliða af fjölbreyttari umræðu og gaggrínum sjónarmiðum. Þetta hefur skapað djúpa gjá milli einstaklinga með ólíkar skoðanir. Þar sem pólitískur ágreiningur veldur nú oft sundrung meðal vina, fjölskyldna og samfélaga. Þegar við heyrum og sjáum einungis upplýsingar sem styðja okkar eigin sjónarhorn, verður erfiðara að skilja eða sætta sig við skoðanir annara. Þessi stöðuga staðfesting á eigin viðhorfum gerir það að verkum að þeir sem eru okkur ósammála virða stundum óvinveittir eða jafnvel vondir í okkar augum. Ágreiningur á netinu oft harðari og óvægari en í raunheimum. Orð sem við segjum andspænis einhverjum yrðu aldrei jafn grimm ef þau væru sögð auglítis til auglítis. Þegar við eigum samskipti í raunheimum, það ekki aðeins orðin sem við heyrum sem skipta máli. Við nemum ómeðvitaða líkamstjáningu, raddblæ, andlitssvipbrigði og óyrtar vísbendingar sem hjálpa okkur að skilja betur það sem verið að segja, jafnvel þótt við séum ekki sammála. Þessi mannlega tenging ómissandi þáttur í því að byggja upp samkennd og skilning. Félagsleg útskúfun og hunsun eru oft viðbrögð við ágreiningi, en það mikilvægt að spyrja, leysa þessi viðbrögð í raun vandamálið eða ágreiningin sem upp kemur? Þegar við neitum að ræða málin eða þöggum niður í þeim sem eru ósammála okkur, lokum við á möguleikan á samtali sem gæti leitt til meiri skilnings eða sáttar. Í stað þess að forðast ágreining gagnlegt að stíga inn í hann með opnum hug og leita að sameiginlegum grunni. Stafrænt áreiti í daglegu lífi hefur orðið stór þáttur í lífi okkar og hefur veruleg áhrif á andlegan líðan. Með stöðugum tilkynningum, tölvupóstum, skilabúðum og samfélagsmiðlum við næstum aldrei án tengingar við tæknina. Þessi stöðugi straumur upplýsinga getur valdið of áreiti, þar sem heilinn á erfitt með að vinna úr öllu því sem kemur á okkur daglega. Þetta áreiti veldur oft aukinni streitu og minnkandi getu til að einbeita sér og geti leitt til andlegrar þreytu. Þar að auki truflar stafrænt áreiti okkar getu til að slaka á og aftengjast. Við erum sífellt tengd og höfum takmarkaða möguleika til að njóta rólegs augnabliks
þar sem ekki verið að biðja athygli okkar. Þessi skortur á friði og hæfileikanum til að einbeita sér að einu verkefni í einu hefur einnig verið tengt við aukningu kvíða og kulnunar. Þar að auki hefur skjánotkun, sérstaklega fyrir svefn, áhrif á svefnvenjur sem dregur úr getu okkar til að hvílast og endurnýja andlegan styrk. Samfélagsmiðlar bæta enn frekar við andlegt álag með sífelldum samaburði við aðra, sem getur grafið undan sjálfsmynd og valdið tilfinningum eins og ófullnægju og vanmáttarkennd. Þessi samspil tækni og mannlegrar sálfræði getur smám saman grafið undan andlegri vellíðan okkar og dregið úr lífsgæðum. Félagsleg tengsl eru lykillinn að andlegri vellíðan. Þau örva losun boðefna eins og oxytósins og dópamíns sem skapa tilfinningar eins og hamingju og tengingu. Okkur er nauðsynlegt að tilheyra einhverju stærra en okkur sjálfum. Við erum einfaldlega ekki hönnuð til að lifa lífinu einangruð frá öðrum. Það er líka afar mikilvægt að viðhalda þessum tengslum á raunverulegum, líkamlegum grundvelli. Að horfa í augun á fólki, hlusta og eiga samtöl í eigin persónu veitir okkur tengingu sem skjámiðlar geta aldrei fullkomlega leyst af hólmi. Þegar samskipti fara fram í gegnum texta eða athugasemdir á netinu, tínum við þeim mannlega þætti sem felst í samskiptum. Og oftast missum við þá tengingu sem gerir okkur kleift að skilja og finna samkennd með öðrum. Það er innbyggt í okkur, þróunarlega séð, að þurfa á tengslum að halda, að tilheyra hópi, að treysta á aðra og að aðrir treysti á okkur. Án þessara tengsla missum við oft þann tilgang sem gefur lífinu okkar merkingu. Þess vegna er svo mikilvægt að endurheimta raunverulega tengingar og vinna gegn þeim neikvæðu áhrifum sem skjánotkun getur haft á samfélagsleg samskipti og heilsu okkar. Samfélagsmiðlar nýta sér veikleika í sálfræði mannsins til að halda stöðugri athygli okkar. Til að draga úr stafrænu áreiti og einangrun er nauðsynlegt að rækta raunveruleg tengsl án truflana frá snjalltækjum. Hvort sem það felst í því að taka sér reglulegt stafrænt hlé, taka þátt í sjálfboðaliða starfi, fá sér gæludýr eða einfaldlega eiga dagleg samskipti við vin, skipti máli að viðhalda mannlegum tengslum. Með því að finna jafnvægi í tækninotkun og styrkja félagsleg samskipti getum við stuðlað að betri andlegri heilsu og komið í veg fyrir kulnun og einmanaleika. Þessi þáttur er í boði Stafrænnar velferðar og joybox.is. Stafræn velferð heldur fyrirlestra fyrir öll foreldrafélög, bókasöfn, ráðstefnur og íþróttafélög þar sem foreldrar hópast saman. Farðu á stafrænvelferð.is og hafðu samband. Joybox.is er gjafavöruverslun með vandaðar fiktvörur fyrir unglinga og fullorðna. Farðu á joybox.is og skoðaðu gleðina. Þá erum við sestar hérna með Önnu Klassen, einkaþjálfari, markþjálfi, fyrirlesari og skemmtikraftur, sérhæfð í málefnum eins og kulnun, líka góð vinkona mín og algjör snillingur að mínu mati. Velkomin Anna. Takk kærlega fyrir boðið. Það er bara æðislegt að fá þig hingað. Þú ert fyrsti gesturinn okkar. Ég var svo spennt ég heyrði þetta ekki bara Það er svo gaman að vera fyrstur. Mér finnst við bara að vera svo alvöru podcast þegar við komum með svona flottan gest. Þið eru alvöru podcast, það er the point podcast, bara klappa ykkur á baki og knúsa ykkur bara well done, you're here. Þetta er byrjunin og lakkar ykkur ekki til þegar þið eru komin seinna og getið síðan litið aftur tilbaka á þennan þátt, skilur Einmitt. það er svo gaman. Já, og hlusta, þegar við erum búin með 15 þætti að hlusta fyrsta þáttinn, það verður óþægilegt. En það verður svo fyndið, þetta er partur af sögunni, Ferðalagi, já. Ferðalaginu. Því að vaksa og læra. Við erum bara að vaksa og læra. Við erum að vaksa að læra. Og það er gaman. En Anna, nú þekki ég þig ekki neitt. Ég er svo forvitin, ég er svona sérstök áhugamanneskja fólk almennt. Og hvernig, hver er þinn bakgrunnur?
einmitt, where do I begin? Getur þú sagt allt í söngi út af því þú ert í söngkona, það er eina sem ég veit um þig, þú lærðir söng, það var rosa vel þegar þú myndir brest í söng. Já, bara svona randomly, í gegnum viðtala, kemur bara svona endrum og eins svona skemmtilega línur og það kemur svona, sem ég fyndi að því að ég er svo þetta daginn að þjálfa. Já. Og þá þjálfa ég niður í workclass sem engaþjálfari og svo er ég með ein skrifstofa sem markþjálfi og hoppa náttúrulega milli og held fyrirlestra líka kulnun og streitu og undanfarið var líka búin að bæta við hver er ég til að mæður getur kynst sér sérstaklega eftir en líka bara yfir höfuð, við þurfum öll að kynnast okkur og það koma ákveðin tímabili í lífinu okkar sérstaklega þegar eitthvað stórt gerist sem er svona, er þetta lífið sem ég langar í? Er þetta ég? Þetta er reyndar lag. Þetta er lífið sem ég langar í. Ég læri ekki sem sérst. Ok, ég elska og randomly það komið svona inn í með ykkar söng. Þið viljið ekki að fara að syngja, sko. Það fara allir í burtu. Og svo, sem skemmtikraftur, þá er ég með Friðrik Jagna, vini mínum, í Happy Studio og þar notum við mitt sing-along pop quiz sem dæmi, skilur, og svo náttúrulega dansvið, dans hefur alltaf verið okkar aðalskemmtun. Við vorum að bæta inn í sing-along og þá erum við að giska á lögin. Skilur, þannig að þarna myndi þú vel lifir í langi, þá myndi ég spila það og þá myndi, og við skiptum hópunum í svona hópa og þegar giska á, hvað er nafni á laginu, hver er flytjandinn og svo þeir eru auka stig fyrir að dansa og syngja. En ef þið klúðri, þú veist, ef að kannski eitt borð nær, þú getur samt fengið auka stig með að syngja og dansa, skilur. Þannig að þannig að fara allir og reyna að fá allir auka stig, þið viljum vinna. Alveg keppni. Já, og hvernig byrjunum, við spyrum bara hvað viltu vita? Þú varst að tala að nú hafi verið markasmálum, ertu með bakgrunn þar? Eða? Nei, markþjálfi. Já, en ég er líka í markasmálum. Ertu líka í markasmálum? Já. Ég er ekki að þú veitir það. Sorry, svo marga hatta. Þetta er einnig máli, allir vinir mínum bara, Anna, hvað ert þú að gera í þessari viku? Það er svona, hvernig er dagurinn þinn í dag? Dagurinn minn er mjög fjölbreyttur. Já, það er bara akkurat þannig. Ég lærði þess að kláraði alþjóðabraut í Versló. Já. Fór síðan flutti til Vínar, fór í bachelor í fjölmiðlafræði og kláraði það, flutti svo heim, að því ég kláraði 2008, muni hvað var að gera svo Íslandi 2008, þið séð okkur, mér langaði kannski ekki að flytja heim. Já, það var svona, kannski ætti bara að vera úti í Vín og finna mér bara eitthvað störf. Já, nákvæmlega, hvaða störf sem já, senda pening heim. Já, eitthvað við, vá, já. Vinna kaffehúsi og senda pening heim. Já, leikum við, sko, og svo netti ég því ekki lengur og flutti heim 2010 og þá kom ég með Zumba, var ein af þeim sem að komið Zumba-dóti hérna. Og ég segi eina af þeim að því við vorum nokkur að byrja á því tímabil og þess svona springtið svo út. Já. Ég, Marta og Nordica og svo var Jói, þýli flottur með líka, skilur, við erum nokkur svona, þú veist, og... Er það þá með Zumba? Ég var að minka það að því að mér langaði að vera með barninu mínu. Þú átt barn? Já, barn, að verða 3 ára núna í desember. Fekk afmælisgjöf, þetta afmælisdaginn. What? Hvað gerir maður betur en að fæða barn á afmælisdaginn sinn? Nákvæmlega. Yes. Þannig að við erum 2010. Svo flytti til LA og fer í sönglist. Það kemur sönglistin henni. What? Og þar varst þú með podcast. Já, og heyrðu, akkurat. Þannig að ég hún er reykjað, sko, að því að þið vildu upprunan, já, þannig ég flytti til LA, og er að læra fyrst bara 6 mánaða prógram þar sem hún lærir að gera þína eigin tónlist og taka upp allt þetta, ógeðslega gaman. Svo kynnist ég fyrirvændi mannum mínum og hann er bandarískur, ég útskrifast, ég ákvað að taka eins lengra nám því ég er ekki alveg tilbúin að fara eftir 6 mánuði, hann að tekja associates, klára það, svo náttúrulega er vísamála því að, þú veist, eftir að búið með x nám þá bara svona, hvað ætla þú að gera? Já. Þá giftum við okkur. Já. Þannig að ég fekk að gifta mig í Los Angeles, það var mjög gaman, í Beverly Hills 90210. Gaman að það á sífinni sinni. Þetta var ógeðslega gaman og bara foreldrar okkar komu og þetta var svona nánasta fólk allt sem kom í útskriftun okkar og við ákveðum bara að gifta okkur í sömu viku því þau voru að koma, skilju. Og bara þetta var svona surprise, ég bjóst svo við þetta þyrfti bara að vera svona courthouse hundleðilegt. En þetta var svo geggjað og var svo æðislega dagur og perfect allt þetta. Og þá, að því að síðan gifti ég mig, þá má ég vera aðna, þá er ég með green card, grænakortið, sækjum það.
og þá get ég stofnað mitt eigið fyrirtæki, skilur veistu hvað ég meina, og ég er að tala að því að það gleymir stundum að segja, hvernig gast þú verið með eigið fyrirtæki, hvernig getur þú unnið í Bandaríkjunum, þú getur ekki unnið í Bandaríkjunum og sett með vinnu, leyfi og mér finnst stundum ekki vera að tala það bara svona skauta framhjá því og hvernig ertu með leyfi, þú veist, hvernig ertu með sem eru bara með OPT sem þú hefur held ég 2 ári eða eitthvað, þetta sækjum alveg sérstök leyfi og svaka umsóknir og svaka mikil peningur sem fer í það Já, ég hef heyrt það Já, og sem bara gifta sig, þú veist, ég var bara búin að finna manni minn og þú veist, við giftum okkur, skilur, yndislegt já, og þannig og stofnaði hlaðarfyrirtækið það var ógeðslega gaman, þá voru að taka viðtölu við fólk í skemmtanabransunum og bara, hvernig gerur þetta? Skilur þú veist, fyrir okkur hinn sem erum að byrja í bransunum og viljum við læra af þér og úr bara alls konar áttum, þannig við vorum með alveg, þú veist, söngvara leikara en líka með, þú veist, voiceover þau sem voru að tala um teiknimyndir þau voru með fólk líka bara í business hliðina á bransunum þú veist, í tónlistar bara bransanum í raun og veru, þannig við vorum frá öllum hliðum og það var svo gaman líka á mismundi tímabilum þannig að ég minn, ef þú tala við manneskju sem var fræð 80s, 90s, þau eru ekkert ef þú meina, þau bara svona ég sendi inn tape á svona brefi ef þú meina á svona umslag og þetta er bara svona eitthvað já, það er ekki viðeigandi í dag, mér hans ekki læra neitt af þessum þætti þú veist, bara takk fyrir að deila takk fyrir að deila til að nú veit ég hvernig það var öðruvísi heldur í dag en hjálpar kannski ekki í dag Nei, en svo er maður að tala við eitthvað sem er bara búin að gera allt sjálfur, bara DIY artist og svo geggja að heyra frá þeim að þau bara, sko, við pröfum þetta virkaði ekki, við pröfum þetta ég mæli með að gera þetta og þessu miðli og nota þetta og bara En það hefur þú svolítið verið að gera við mig Já Það finnst mér geðveikt, af því að þú ert líka markþjálfi og frábær markþjálfi, vil ég segja. Takk. Hjálpa mann að sjá framtíðarsýnina og búa til eitthvað plan. Og þú hefur líka hjálpað mér helling þegar kemur að kulnun. Af því að það er svolítið þitt sérsvið. Þú hefur sjálf gengið gegnum kulnun og ég hef gengið gegnum kulnun og þú varst að aðstoða mig með það í engaþjálfun og þegar ég var hjá þér, þegar ég var ólétt. Það var enda spurningin mín áðan þegar þú varst að telja upp allt það sem er gert, þá ætlaði að spyrja, en hefur kannski lent í kulnun, en ég hélt samt að það væri ekki, það hefur. Ég sýnir svo myndið að því, sýnir við að tala um LA-kablan, svo náttúrulega fæ ég nógu þess að þá er ég til að surviva í LA, þá náttúrulega, þú veist, þarftu að vinna bara ógeðslega mikið á störfum og þú veist, þetta er skýta laun og allt þetta, veist hvað meina? Ógeðslega dýrt, þannig að þú veist, ég fæ lítið ógeð að þessu kapphlaupi, flytt heim með manni minn þá og og fæ mér eitthvað starf eins og bara upplifi Íslandi bara nýtt, það er svo allt öðru sig þetta flyttum heim 2015 allt öðru sig heldur en 2010 þegar ég skildi við það og já, pointið mér var að við skiljum síðan og ástæðan fyrir að nefna það er að því að þegar svoleiðis gerist þá það maður að kynna sér upp á nýtt Algjörlega og síðan bara held ég áfram í hamstrahjólinu bara vinn, við erum ekki að tækla það neitt sko, við erum bara harka okkur að halda áfram, ég hef bara komið nýtt starf daginn eftir að ég hætti með mannum mínum, skilju bara nýjan býr, bara við erum bara halda áfram, þú veist ekkert, þetta er bara eitt partur af lífinu, svona alltaf kemur að því að þetta er bara mikið, þú veist, öll þessi vinna, allir þessi hattar, öll þessi áföll, skilju, og ég algjörlega hrein, þú veist, 2018-2019 bara hrein ég. Og bara þar ég kemst ekki upp úr rúminu hrein ég, þú veist, og fer guðsilóð fer ég með systir mín sálfræðingur, ég fer til vinkonu hennar, hún sálfræðingur, hún sagði mér að fara til virk, þess að fara til heimilislæknis, fá ávísuna virk og ég gerði það, fóru eitthvað námskeið, en síðan bara síðan fer ég sálfræði til virk og þau eiginlega segja ég þurfi meiri aðstoð, þannig að þau sendu mig á hvítabandið, nema það er hvað var mikið bið, ársbið eða 16 mánaða bið, ég bara eitthvað og síðan er ég bara út úr virkirunum þannig ég bara svona, ok, og hvað á ég að gera á meðan, skilju, ég er það mikið á botninum að ég get ekki verið að sækja námskeiðin eða gera allt þetta, skilju, og maður svona og þarna var ég guðsilóð verið búin að kynnast hugarafli sem er samtök, þannig að samtökin skiptur um einhver máli, Geðhjálpbergið hugarafl, hlutverkasetrið allt þetta geysir, þú veist það eru fullt af samtökum sem tekur utan um þetta og líka þess að geggja með markþjálfun, eftir ég skildi og lærði í markþjálfun og bara markþjálfar, ég held bara honestly að við ættum að skoða það að markþjálfur myndi grípa inn í þessum biðtíma
þannig við myndum þá peppa liðið upp á meðan og þá það líka freka tilbúið þegar það þarf að vinna erfið vinnuna sem að vinna úr áföllum eða vinna úr þunglyndi og kvíða og annað. Það svo gott að kunna líka hitt, skilu, og bara efla mann, þannig að kom gett hutaði og mér mitt bara, vá, hvað ég væri til í að við markþjálfarnir myndum safna saman og einhvern veginn grípa fólki sem að bíða eftir sálfræði, eins og þú segir, skilu, því að mann einkaþjálfur og markþjálfur, þú veist, að geta hjálpað þegar þú ert þarna. Já, ég vissi ekki, pældi ekki eins og í því að þú væri markþjálfur þegar ég baðið einkaþjálfun. Ég baðið bara einkaþjálfuna því ég var ólétt og mér vantaði eitthvað til að draga mig í rektina af því annars myndi ég ekki hreyfa mig neitt. En markþjálfunin hefur hjálpað mér mun meira en ég gerði mig grein fyrir að líka þú veist, að hitta mann þar sem maður er og finna þá næstu skref í lífinu. Bara hvert viltu stíga? Hvert viltu fara? Og hvar viltu enda? Og það er bara virkilega vel gert og ég er mjög þakklátt fyrir þig. Takk, og það er það sem ekki einkennir mína einkaþjálfun. Þú veist, þú getur farið hvað einkaþjálfur það allir með sérsvið og sérþekkingu, en að því ég hef lent í kunnun, að því hef verið bara stað þar sem hún kemst ekki fram úr rúminu, þá finnst mér svo mikið vægt allan fyrir mína kuna og ég segi það sérstaklega, ég sérhæfi mig í byrjundum og þeir sem eru að koma eftir veikindi því ég veit hvað það er erfitt að koma sér að stað, ég veit hvað er erfitt og bara þetta að klappa sér á baki og knúsa sig og að finna bara mættu og við finnum æfingur sem hendar þér miðað við orkunar sem þú hefur. Því ég meina í kulnun þá eru sumir dagar sem ég komst ekki fram úr, svo var aðri sem ég er superhress og þú veist þetta er rosa bara orkustigið er mismunandi. Þannig, og ég held við séum öll dálítið mikið þar núna og séum að uppgöta sjálf okkur á alls konar stigum af því að við vorum alltaf sendt heim í COVID og svo fengum margir COVID og eru langtíma vikir eftir COVID og þú veist, þeir eru búin að kynna sér og líka bara álæg og síðan alltaf var okkur hent út í 2 ár og svo hefur við komað inn eftir 2 ár og þá bara 1000 sinnum meiri vinna og þú veist ekki, það er bara svona allt fór ekkert bara á flakk og við ættum bara bæta upp fyrir þessu 2 ár bara núna á 0-1 og ég held að þessi rosa margir að finna þessuna fyrir kulnu núna eins og þau þurfa að bæta ekkert upp fyrir, þú veist, alltaf ekkert að vera á spani, þetta er bara ég meina líka félagslega bara að sækja allar viðbyrðu og svoleiðis. Já, það allt fór og bara allt, því að það lá náttúrulega niðri á COVID, þannig að þau þurftu að bæta upp fyrir tekjutapi og ég held líka bara fyrirtæki og þess vegna mörgum sagt upp núna versus þá að þau gáti ekki gert það þá, en núna er það að gerast. Og síðan alltaf er fólk líka bara taugakerfi hjá fólki er sött og við megum líka bara tala það. Taugakerfi okkar er í rugli og við þurfum að læra aðferði til að róa það. Einmitt. En ég vil líka aðeins tala að því að þetta er náttúrulega podcast skjánotkun, almenna skjánotkun og þessi samfélagslegu tengsl. Og ef við förum bara að bökkum aðeins í COVID, er að það sem gerist er að það er rofin öll félagsleg tengsl hjá okkur. Við megum ekki hitta hvort þannig, það er ólöglegt í rauninni. Og hvað tekur við? Snjallsímarnir, Zoom-fundir, mikið rafrænt áreiti er í rauninni það bara eina tengingin við heiminn. Og nú er þú að tala rosalega mikið kulnun og streitu í þínum fyrirlesturum. Finnur einhverja tengingu þarna við stafrænt áreiti við kulnun? Já, að því að stafrænt áreiti að því að það að vera að kveiki taugakerfinu. Ég tengi þetta rosa mikið við og ég vildi ég hefða þeim tíma við að kulnun er, þú veist, það er auka kortisólið, þannig að það var einn sem sagði að vera kortisól eitur, ég segi líka bara, mér finnst þetta bara kveiki taugakerfinu á okkur. Ég held bara taugakerfi á okkur sé hrunið í kulnunni. Þannig að þú veist, þú ert búin að fara svo mikið yfir mörkin þín, þannig að hugurinn þinn vill fara ákveðið langt og hann getur farið alveg superlangt. Líkaminn getur það ekki. Líkaminn hefur mörk. En málega við erum ekkert að hlusta á líkamann okkar að því að við erum og okkur er kennt að aftengja líkamann okkar og það sem gerist með stafræna áreitið að því við erum að tala skjátíma og annað. Þetta er að espa upp taugakerfið. Endalaust. Já, endalaust. Og verst er að við erum að espa upp taugakerfið sem segir sig að það fyrsta sem við grípum mótnana er skjár. Og áður fyrir að sofa, við erum samt að sofna með þess að við erum skjáin. Ef við sko meina. Og síðan skiljum við ekki að við erum ekki geta að sofna án svefnleyfa. Það er bara að því við erum ekki að gefa taugakerfinu séns. Við förum ekki eins og klósitið án símars. Veistu hvað meina? Og síðan erum við að ala upp þessa kynslóð í raun líka að gera það sama en bara eins og þið sjáið, börnin er ekki að höndla þetta, þau verða crazy ef þau eru með svo mikið skjátíma og ef þau eru með svo mikið áreiti og þau verða bara allt önnur og þess er svo mikið vægt það sem að þið eru að tala um að þið hafið sjálfar örgulega upplifað, takk, það var upp eitthvað
Lifað, já, upplifað. Þannig að það er bara það að fatta hvað að gerast, af hverju, já, þannig að það er það sem ég tekið eftir. Ég held að sé bara svona kveikja, þetta er bara svona trigger á taugakerfið og við þurfum alltaf að vera on, manstu. Það er bara frá mótnana eru bara sett on á okkur og við slökkum ekkert á okkur. Það er við issueð. Þess vegna tala með hugleiðslu og með annað til að róa taugakerfið, þá erum við að gera off. Og þá erum við og þá náum við að hvílast, ekki bara slaka á eða sofa sem að flestir ná ekki að gera því við náum ekki að slaka á eða sofa ef að taugakerfið okkar er ennþá manstu on og það er þökk mikið símanum okkar, þess er alltaf sagt færi símana í annað herbyggi eða ekki sofna við síman eða setja hann þá að airplane mode og passa bláskjáin og bla 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 En nú er ég snjall símafíkil vil ég meina. Ég er samt hérna ég heiti Anna og ég er snjall símafíkil ég er allan bara að greina sjálf mig með það og ég er núna minni eigin vegferð að minnka skjáningun til muna. Nú er ég búin að breyta símanum mínum, ég sýndi Kristínu þetta daginn. Já, þetta er mjög merkilegt. Ótrúlega fyndi, ég er bara búin að blokka öllum uppum. Ég get ekki notað nein svona upp sem gefa dopamín, enga leiki, enga samfélagsmiðla. Það er bara svo boring, þú opnar síman, það er svarta skjár og svo bara listi af hvítum orðum og hvað er það? Af þeim uppum sem ég á nota, til þess að Google Maps eða Gmail. Ok, hvernig gerður þetta fyrir þá sem vilja læra? Þetta heitir The Balance Phone. Þetta er eitthvað nýtt. Ég er svo mjög forvitin að vita hvernig brástu fyrst við fór taugakerfið bara, hvað er þetta að gera? Ég get þetta ekki. Ég sko alltaf að taka upp síman og sjá hvort það sé eitthvað skemmtilegt, en það er aldrei skemmtilegt. Það er ekkert skemmtilegt, ég sé þetta. Ég get vottað það ekkert. Og það finna er að núna gleymi ég símanum mínum út allt. Af því að mér er alveg samumann, af því það er ekkert skemmtilegt á honum. En ekki framlenging af hendina. Nei, ekki lengur. Og svefnin er að skjána hjá mér alveg helling. Heyrðu? Og ég er miklu rólegri. Ég er náttúrulega algjör streitu sjúklingur sko og taugakerfið mitt er bara miklu rólegra, mér líður miklu betur og ég er farin að geta gert núna hluti án þess til þess að vera alltaf með eitthvað í eyrunum. Það var eitthvað sem ég var virkilega háð að ég gat bara ekkert vaskað upp eða eldað kvöldmat eða þegið þvott að hans að hafa eitthvað í eyrunum stanslust eða verið í göngutúr eða bara keyrt bíl. En bara þegar þú fattar þetta, mér finnst svo geggjað hjá þér, flott hjá þér að fatta þetta því að og síðan fattar þú líka, heyrðu ég þarf eiginlega að mæta þetta sem þú ert. Einmitt. Þú þarft að róa þetta niður rólega, eins og þú segir, þarna, skilur, að fyrst er að fatta, heyrðu, ég er bara alltaf með ég er að velja áritið. Það er líka, þetta er mín ábyrgð, við erum alltaf að segja, þessi, nei, það er minni ábyrgð, ég er að setja, þú veist, ég er að líta síma minn fyrst í fyrramáli, ég er að setja þetta í eyrun á mér, þú veist. Síðan bjóð ég til svona kassa. Þetta er allt hluta vegferðin minni, ég þarf kannski bara að skrifa blogg Já, gerðu þetta. En ég gerði svona kassan í eldhúsi og setti öll þessu tæki núna í kassan. Og maðurinn minn ekki einu svona vita að þessu fyrir eftir á þegar hann kom heim úr vinnunni sko. og ekki úlingurinn heldur. Og ég bara, jæja, nú erum við öll hægt að hlaða síman okkur inn í herbyggi. Nú eru þeir bara hérna í þessum kassa, inn í eldhúsi. Ok. Og þeir fáránlega hugmyndana. Nei, ég er að grína. Nei, ég var að hugsa út frá úlingi eða það er rángfólur í þessu augunum sko. En svolítið fyndi að þið þú ekki svona þræta við mig lengur sko. Ég er án svo klikkuð þegar kemur þessu. Ok, eru þið þá svona í laumi að hlaða annar stað? Nei, það er bara staðið sér ógeðslega vel. Klappa á baki við þá. Já, ég er ótrúlega stolt að þeim. Hversu lengi mun það endast? Já, ég á ekki eftir að bakka glatt sko. Nei, ég veit það en ég var að pæli með þá. Já, þeir komast ekkert gegnum mig. Því að þeir einhvern veginn, þú veist, þeir fá ekkert valgrinlega þarna. Vitaði ekki allir að mömmur ráða allir? Nei. Það er svona misjafnt held ég. En ég var allan að vera á þessari vegferð sjálf og finn þvílíka mun. Af hverju fór ég að tala um þetta? Já, ég held að það hafi verið út að þessu dópamín skotum sem maður fær. Þegar maður er, til dæmis, sérstaklega svona uppis og TikTok, eða svona YouTube Shorts eða kannski bara Instagram það sem er að fá svona stutt myndbönd eitthvað sem æsir þið upp eða svona verðlaunakerfi alveg eins og spilakastarnir eru þú veist aldrei, ertu að fara að fá gott myndband eða eitthvað æsispennandi myndband eða bara leðalegt myndband Svo er leðalegt að var maður ekki eitt en enda punkt á topnum Þau eru svo stutt líka að þið finnst aldrei eins og eitt myndbandi viðbútt sé að fara breyta neinu sko. Alveg svo að það taka í stöngina hérna í spilakassanum einu sinni en það er ekki frá breyta neinu Nei, þetta er svo klink sem maður setur í þetta Já, þetta er bara klink En setja safna svo saman í bara mínúturnar, hálftímana, klukkutímana og
og það bara mjög eðlilegt að fólk sé að eyða einhverjum klukkutímum á dag í þessu og ef við horfum á þetta bara samhliða einhverju öðru sem veitir dópamín svona mikið að þá þetta náttúrulega bara fíkn. Já, algjörlega. Og svo tekur þetta í burtu og ætlar að fara að sofa og þú fær bara kannski tekur lengur tíma, það fær bara frákarsengin en við sjáum þetta á börnum. Þau svona tómleikatilfinningin. Já, þetta er bara þessi, börn trillast en kannski fullarnir upplifa þessa tómleikatilfinningu. Já. Þeir myndu trillast líka sko, ég meina hefur reynt þegar það er ekkert Wi-Fi og þú veist ef þú ert að fara einhvers staðar og það er ekki Wi-Fi og það er ekki tenging á símanum, getur þú séð hvernig fullarnir, þú veist svo fyndið alltaf að segja krakkarnir hefðu þessu svona, ég er bara svona, veistu við erum ekkert skárri við höldum við síðan það er ekkert sambandin við óskum þess að við værum það svona, í hugunum okkar eru við svo fullkomin sko, svo fullkomin en ég held að þetta sé líka ekki byrjunin á því að leysa þetta vandamál sem ég vil meina að sé vandamál er að við þurfum að horfa á okkur fyrst við verðum að breyta okkar venjum til þess að geta breytt venjunum á börnunum við getum ekki sagt börnunum hvernig þau að hegða sér þegar kemur að símtækjum þegar við erum sjálf einmitt að vera fyrirmyndina sem við viljum að börninu því að annars er þetta þau náttúrulega herma bara eftir okkur þannig auðvitað já og líka ef þú setur ykkur samhengi að við séum kannski bara eitthvað inn í stofu og við erum bara í símanum börnin eru ekki í símanum, kannski bara eiga ekki síma að þá trillast þau líka, þau bara þrá athyglina eða tenginguna sem rofnar svolítið við. Já og heyrur þetta, það er ekki bara hugsaðum við fullorðna því við erum að segja að börnin séu eins og fullorðna fólki. Foreldrar eldri kynslóðinni er ekki kennt emotional regulation af því að það er ekki til krakkar vissuði EQ, emotional intelligent, er sko fyrstu bækurnar eru 90 eitthvað og frægasta bókin kringum 2000 tilfinningagreind og en síðan verður það emotional regulation til að læra að tæka tól til að tækla tilfinningar að það var bara til að fatta að þetta er svo nýfræði en við þurfum á þessum fræðum halda út af þessu út af skjátímanum þá er það espa börnin okkar og espa okkur og við þurfum líka að því við erum að segja við fyrst svo börnin, við þurfum að tækla tilfinningar okkar svo að við notum ekki skjátíma sem tól og það finnst mér vera að gerast mér finnst við ekki að höndla okkar tilfinningar og mér finnst við ekki að höndla börnin okkar út af of miklu áreiti skilju út af því við erum að taka mikið af verkefni og mikið boltar við erum að hrynja og þá leitum við í cheap dopamine sem er skjátími og síðan til að róa börnin notum við líka skjátíman skilju við erum að nota sem bjargráð við bæði tilfinningu okkar, tilfinningu þeirra og með of miklu áreiti. Þetta hafði bara verið setning þáttarins að sem þú byrjaði á að við séum okkar kynslóð, þurfum bara að læra reglulega okkar tilfinningar, þannig að þurfum ekki að nota skjái sem tól. Akkurat þetta og bara sína sér samkennd það sem ég var svo reið út í sjálfum mig þú veist þegar ég gef barninu mínu þú veist skjáin til að reyna að róa það en síðan fatt ég heyrðu þetta var bara nákvæmlega það sem var gert um mig þegar ég var yngri. Við sem bara til að sína þess samkennd, þetta er ekki til að dæma fullorðna, þetta er ekki til að dæma foreldrar okkar. Ég elska með mínu pappa og þau gera þessu best og þau voru frábær, skilju, og bara þau voru að tækla, þú veist, og þau fengu ennþá verri og bla 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 bla, þú veist, þetta fer svona í kynslaðir. En bara til að skilja af hverju við sökkum í þessu, af því að okkur var ekki kenta, af því að það er ekki fyrirmyndir og okkur er ekki kenta. En það sem við viljum bæta, því við viljum fara á okkur, við viljum þá bæta, heyrðu, ok, nú ætla ég að breyta, nú ætla ég að hlúa mér og mínu taugakerfi og róa mig, þannig að ég get haldið á barninu mínu bara róa það án skjás. Og ég geti verið með barninu án skjás, skilju. Þetta verður líka að vítarhing. Já, þetta kannski byrjar ekkert svo alvarlega, þú ert kannski bara smá í TikTok eða eitthvað og lefið barninu að horfa á eitthvað smá og síðan verður áreitið, að því að ég veit þetta er skemmtilegt og manni finnst kannski að þetta sé að gefa manni orku en það er svona, þetta er svona pínur svo að drekka áfengi og verður samt svona pínur þunnur eftir það og síðan þarftu meira og meira og meira og þetta verður bara svona vítarhingur og svo verður allir pirraðari og líður verð og verð og verð og fara samt alltaf að leita þess meira í þetta dópamín til þess að líða betur og á endanum erum við bara komin á það stað sem við erum í dag, við erum öll of mikið í skjám og þegar segja öll, þá er ég líka að tala eldri kynslóðina. Ég hef heyrt foreldra sem hafa þurft að skamma sína eigin foreldra að meðan þau eru að passa
að þau eru alltaf í símanum og með þau að passa, bara fyrirgeðu mamma, þú getur ekki verið í símanum og þú ert að passa. Ég er ekki að tala með mína bæði, mjög góð að passa. En ég er að segja að, og svolítið fyndi ég sá skilti á elliheimili þar sem það er áminning til eldri borgara að í svona félags, hvað segir maður? Félagslegum samskiptum? Nei, í svona það sem þið hittast saman og er að stunda eitthvað spil eða eitthvað svona, í svona félagsmiðstu að þá komin skilti þar inn bara að segja strax, takið símana frá og njótið þess að vera með hvort öðru. Ertu að meina það? Já, eldri borgararnir eru alveg jafn háðu svo við. Já, ég bara þessi elstu, já, ok. Nei, bara á öllum aldri, við erum á öllum aldri að því að það sem þessi tæknifyrirtæki eru búin að gera er að þau eru búin að rannsaka hvað heldur athyglin okkar og það virkar alveg rosalega vel og þetta er ekkert óvart að því að athyglin okkar hún er það verðmætasta í heimi og þetta virkar á okkur öll bara á öllum aldri alveg frá bara kornabarni yfir í bara grafabakka, það er bara allt þar á milli og þannig virka algoritmarnir. Þeir grípa það sem þú hefur áhuga á og þeir munu alltaf sína þér eitthvað meira skemmtilegt, meira spennandi, meira grípandi og þú getur ekki hætt. Nema þú takir bara mjög stór og vísindandi skref til þess að gera það. Það er samt magnaði mitt sko að því þú veist að tala hvað áhrif eins og nú á ég barn. Og ég tek rosa mikið eftir við að það er svona low stimulating TV shows og high stimulating TV shows og það er svo geggja gott að vita þetta upp á að því að sem svo ég ætla að vera meðvitaðri skjátíma. Byrjum þar. Byrjum þú veist að því að þetta er svo í dagi þú vilt ekki taka allt frá þú myndir falla eftir Þetta er vegferð. Þetta er vegferð, akkurat þetta. Og þú tekur hérna ákvörðun þú gerir þetta geggja og ert með reglur og ert með það sem að má allt þetta. Ég er búin að vera meira meðvitaðri hvernig ég er að nota skjáin á mig og á börnin, skilur. Og mér finnst það eitthvað magna með sjónvarpsþætti, af því að nú finnst mér, hvaða helvíti er hvolpasveitin? Ég veit ekki hvað... Takk fyrir að segja þetta, ég þorði ekki. Nei, bara barnið mitt er að vera 30 ára. Og ég veit ekki, þessu fyndi, hann er rosalega góð við sjónvarp og ég er líka rosa vel sjónvarpsefni það frekar fræðandi eða rólegt og ég virkilega horfi á til að sjá hvað það er að læra. Hefur þú tíma í það? Ég hef ekki haft tíma í það. Bara endur mig eins, en bara ég segi að það er eitthvað við hvolpasveit, hún er gerð þannig, manstu, gerð því að þau vita hvað þeir að gera. Barnið mitt verður brjálað, þannig ég er bara svona allt nema hvolpasveit, ég er rosalega leiðileg bara, hvolpasveit er rosalega skemmtileg og allt þetta en bara það er eitthvað í því sem æsir barnið mitt svo mikið upp, ég hef ekki fundið þetta með neinan annan þátt sem er svona, hann verður bara svona klikkaður, brjálaður eða er slögt á hann, ég er bara svona ekkert annað vesen, en bara þetta bara ég er bara, wow, hvað er ég sem erfitt fyrir litla hvolpa Hefur einhvern tímann prófað að sína hann kókomelon? Herðu, en við vorum hins vegar í BBFinn sem ávist að vera voðalega svipaður en mér finnst hann samt skárri kókomelonu miklu meira sneggri á milli þannig að maður skoði, því mér fjölmiðlafræðingurinn í mér finnst svo gaman að analysa þú veist til að skoða hvað er það sem er þá að æsa, er það litirnir eða tónlistin, er það hvernig þetta er klift svo rosa hratt, því að í kókomelonu svo rosalega hratt á milli og spýtaður tónlistinni og, veist, og svaka miklu litir talandi áriti þannig að þú veist, Bebi finnur svona þú veist, ef þú vilt lækka þig niður frá kókomelun þá Bebi finnur svona auðveldar að það líka með svona tónlist en mun hægari þú veist og fræðandi líka við minnst skemmtilega lögin er að tala það sem þau eru að gangi í gegnum eitthvað þannig að mér finnst allir gaman en maður þarf alveg að vera varum eins og ég segi bara fyrst vera varum hvað er ég að láta barnið mitt horfa á og meðan við höfum þá síðan alltaf setna meir þá er þetta bara orðin gömul og þá eru þau að velja sitt og náttúrulega leikskólinn og skólinn og önnur umhverfin bara þetta strax skiptir máli og saman með okkur halló
af hverju erum við að horfa á sumt efni, nei alvörunni, bara þið voru að tala hann með reels og þetta skrolla, við þetta byrja okkur ábyrðin, getum við please hætt að horfa það sem veldur okkur sársauka, sem veldur okkur vanlíðan, sem lætur okkur ekki sofa, please. Ég verð að fá að koma inn á þetta því ég held að þetta hafi mitt verið byrjunin að þessu hjá mér, bara þessu ógeði sem ég fekk, það var þar samfélagsmiðla, er að ég var upp í rúmi klukkan 10 eða 11 eða eitthvað á Instagram Reels, eitthvað að skrolla og það kemur allt í einu, þá víst að vera auglýsing en ég gerði mér ekki grein fyrir því þegar þetta gerist, ekki fyrir en ég talaði við vinkonum mínum þetta en það kom þarna einhver auglýsing þar sem það var svona myndavélin í einhver eldhúsi og einhver úllingsdrengur var að kafna og mamman og pappin voru eitthvað að fríka út og það var að selja eitthvað svona græju, eitthvað svona köpnunar losuna græju en ég vissi það ekki að ég kláraði ekki eins og myndbandi því að ég fekk svo mikið streitueinkenni við að horfa á bara eitthvað barn kafna rétt fyrir svefnin að ég bara slökkt á símanum og ég bara hvað var ég að gera? Af hverju var ég að horfa á þetta rétt fyrir svefnin? Og mér leið ömulega, þannig ég uninstallaði Instagram notabene ég installaði örugglega svona 5 sinnum aftur eftir á ég fór í gegnum svona uninstall, reinstall tímabil áður en ég setti upp þetta skrýtna app í síma minn sem blokkar allt þar sem ég var bara alltaf installaði af því að ég bara fekk ógeð vildi bara hætta á öllum sem samfélagsmiðlum og svo leittist mér og svo var ekki hvað er að gerast á Facebook? Já, vinkunni sem bara hendur út held ég allan samfélagsmiðlum, allan á Instagram bara 1 mánuð á ári. Nice. Já, það er bara hennar, hún getur ekki verið hún er bara detoxa og þá umgengst hún þessa miðla öðruvísi síðan þegar hún downloadar þessi aftur. Það segir svolítið fyndið samt með til dæmis Facebook. Nú fer ég af og til inn á Facebook bara í 12 í staðinn. Það er ekkert inn á Facebook. Allt sem er að fréttin á Facebook sé ég bara á fyrsta skrolli bara einhverja 4 hluti sem er kannski eitthvað að frétta eftir það er ekkert að frétta lengur. En svo hvað er næs að því það er búin. Já, það er bara búin. Það er það sem ég fílar enda við Facebook að því að þú veist, mér finnst er að því að ég bara svona þú veist að mér leiðist, ég get ekki TikTok, ég er skít, þú veist, ég installaði aldrei, ég vissi að ég er það á því. Ég bara, ég er á því að ég þarf að deila ákveðin hluti og þarf að promóta hver ég er, en ég bara svona, ég set myndbundin og svo fer ég af því. Ég get ekki, þú veist, því ég veit, ég man þetta á COVID leittist manni svo mikið og maður datt á TikTok og sem var ég bara, ok, ég er búin að vera hérna örugglega í 2 eða 4 tíma. 4, eða eitthvað skilur, bara eitthvað skrolla, bara, þú veist, og eins og ég segi, hvað, og aftur, ég myndi bara spyrja sjálfa mig, hvað er þetta að gefa mér? Eða þú veist, hvaða áhrif eins og þarna, þetta myndband hafði það mikil áhrif á þig og þarna töðkjöfri, klukkan hvað var þetta kvöldi? Þetta var eitthvað 10-11. Já, ok, eftir klukkan 9 þá slekkur rökhugsunin á sér, þannig að þið vitið það, þannig að ef þið reyfrildi við makana eitthvað ekki hafa það eftir klukkan 9 á kvöldin, bara láta við, þá er bara pure emotions. Hvenær þá út af börnin er að sofna þessum tíma? Já, þið heyrið þennan blekki tíma? Á milli 8 og 9. Nei, akkurat, ég er nefnilega að spyrja þetta líka. Þú veist, oftast þá myndi ég bara segja, heyrðu, getum við rætt ákveðin mál og getum við fundið okkur tíma helgina, veistu hvað meina, þá bara að taka, heyrðu, þú veist, og bara skrifa niður hvað við ætlum að ræða skilur, og þá líka getið að hugsa hvað við ætlum að ræða í staðan fyrir, þetta er þess að gera, það er alltaf bara tilfinningar, sko. Já. Og ég mæli með, voice recorder er rosalega gott tól fyrir það, fyrir þig að losa reiðina fyrir þig. Og svo getur bara skrifa niður hvað þú vilt actually, og svo getur að tala við hann, heyrðu, getur við bóka tíma á sunnudaginn klukkan x, bara yfir kaffinu. Ég þarf að vera mjög reið þarna í kaffitímanum. Yfir kaffitímanum sunnudaginn, ég veit ekki, það er bara eitthvað tíma, ég bara nefna dæmi, því oftast það er dagsskráli og þetta er með öllum krökkurum eða ekki alltaf, og sunnudaginn svona eini sjansin liggur við til að ræða saman eða eitthvað skilju. Þannig já, ég skil með eftir klukkan 9, það er já. Bara þannig að þetta er bara góður punktur, eftir klukkan 9, ekki ræð, og líka farið að sofa klukkan x, maður svona, barnið mitt sofnaði ekki fyrir þetta. Já, þetta er oft snúið að púsla saman, sko. Og þeir sem að segja þetta eru ykkur sem eru ekki þar. Þú veist, oftast þeir sem eru að dæma mann mest eru bara, you're not there, þú ert ekki þarna. Nei. Og þessi ömmurnar sem er að dæma ungu ömmurnar, maður bara, þú ert ekki á þessu streitu tímabili, getur þú please? Já, þetta er öðruvísi verönd. Thank you. Þetta er önnu, og líka, við getum heldur ekki dæmt þau, að við getum ekki ímynda okkur álægi sem var áður en að það var tækni, og það er við að tala um, þú veist, uppvask, annað, þú veist, þannig þau höfðu öðruvísi
öðruvísi áreiti, við höfum svona stafrænt áreiti. Reyndar, má ég vitna í eina konu, ég var ekkert mann að vinna á kaffihúsið, það var eldri konu sem fór að tala við mig og þá fór hún bara einhvern veginn upp úr þurru og ég man ekki alveg hvernig það fór í það að tala kvíða hjá ungu fólki og ég er ekki að segja hún sé með lausnina en þetta var bara svo áhugaverð sín hjá henni, hún sagði núna eru búin að missa tíman þar sem einhver tveir stóðu bara við uppvaskið, einn að vaska upp og hinn að þurrka, bara eitthvað anda, hvað segir þau, horfðu eldhúsgluggann og bara hvernig var í dag, nú var það, þessi rólegi tími sem bara við erum, við getum kallað hann fram, en þetta var bara svo fullkomið sett upp, það bara við vorum först þarna vorum að nota hendunar okkar, heilin var tómur og þá myndaðist bara eitthvað rými til þess að tala það sem hafi drifið á dagann. Ok, geggjað, og að því að tala kvíða og þetta að vaska upp, þú ert með vatnið, það er róandi fyrir taugakerfið, eða ekki, þú veist að lappa nála vatni og það róar, hitin líka, svo ertu að tala við manneskju og hlið við hlið er stundu betra fyrir alls konar manneskju, þegar finnst óþægilt að horfa í andlita á okkur, þú veist þægilega hlið við hlið og svo ert að gera eitthvað og þú ert að gera, hafið þið farið í EMDR, þá er svona að nota putta og látið þið fara vinstra og hægri, nota að fylgja honum og þetta getið þið nota líka sem kvíðastill af því að þetta er að hoppa á milli heilakóla þess vegna er verið að láta gera þetta og til að leiða þið niður bara þannig að þetta er til að vinna úr áföllum í skil og það er þannig að hérna, þetta er svo magnatól og að því að tala kvíðan ég held að kvíðan sé bara rosalega mikið taugakerfið þú veist það er búið að kveikja á taugakerfinu taugakerfið er uppspennt og það er alltaf verið að kveikja því og það heldur taugakerfið heldur úr sérst í hættu alltaf. Og þannig að þú getur ímyndaðir að þegar síminn kemur og hræðilegt að fólk er með vibrate, ég bara please taki vibrate af hjá okkur, þú veist, ég veit þið bara nei, ég finn ekkert fyrir því, ég bara, þú ekki en taugakerfið á þér, ég skal lofa þér að þú ert erfitt með svefn og ert kvíðapési, sko. Fólk finnur meira segja fyrir hérna svona draugatitring. Já, þegar það er svo vandi. Já, það heldur að síminn sé að titra en hann er það ekki rauninni. Eða bara kannski bara skot. Já, bara hann vill fá eitthvað annars sko, en pældi ég, þú veist þannig að þetta sem þú ert að segja þetta er allt róandi fyrir taugakerfið þannig að, og líka þetta, við erum ekki að gefa okkur ró ekki einu svona klóstinu eða áður fyrir að sofa eða, og þess vegna líka eru allir brjálaður á kvöldin ná ekki að sofa af því að þá dynjar allt á mann því að þegar þið farið loksins í ró þá er heilin að reyna að vinna úr öllum þessum klikkaðu upplýsingadót sem hann er búin að fá af öllum þessum miðlum og öllu þessu, þú veist, bara það sem við séð og svo plús allt áreitið úr símanum. Þannig að þú getur ímyndað þess vegna er þetta svo yfirþyrmandi á kvöldin, á nóttinni og mann finnst þess að þetta bara ráðist á sig er að þetta er einu sjansin til að gera. Þannig að ég segi líka alltaf passaði á daginn og það sem ég var farin að gera, ég var myndið í minni herferð, mín herferð var áður en ég stilti allt saman, þá ætlaði ég að taka mér ró, bara loka augunum, leggja hönd á hjarta og spyrja mig hvernig hef ég það, hvað þarf ég í dag. Aðeins smá self-care, sérstaklega sem mamma, að maður hefur bara engan tíma og er mest alltaf þjóna öðrum. Og ég var farin að gera þetta jafnt og þétt gegnum daginn, þannig í staðin fyrir, því ég fann mig að ég mig langaði að kveikja YouTube-inu eða setja upp á því, sem nei, ég ætla bara að hafa þögn. Það er mikilvægt að nefnilega loka augunum og setja hendina í hjartað og það er spyrja hvað þarf ég að gera núna, ég þarf að laga til, ég þarf að setja vél, ég þarf að gera rosalega margt en ef maður, þú veist, aðeins leitur inn á við setur hendina í hjartað og bara, já, ég þarf hvíld og veistu hver er að svara? Líka minn því að hugurinn er, ef þú ert með opin augun þá er dúerinn ég kalla hann dúerinn, þetta er hugurinn það sem ég er að benda á, sem að enginn sér þegar hérna það er hugurinn og þess vegna segi ég alltaf líka eins og í engaþjálfunni, ég mun alltaf spyrja þig hérna, lokaðu augunum bara, þú veist, ég mun spyrja þig eitthvað, er þetta of þungt? Það bara, nei, bara því að þú ætlar að rústa þessu og ert óslega klár og ert óslega góður sama, manstu, farið mörki líka manns svo fer það þannig, ég bara svona, heyrðu, lokaðu augunum og hann bara, ok, pröfa þetta núna, hann bara já, þetta er of þungt þú veist hvað meina, að því að líka minn og þetta er það sem þú ert að gera, þú ert að leggja hönd á hjarta fyrsta lagi tengist taugakerfinu finna hvað líkaminn er það er næst að tengjast líkaminn og loka augunum að því að þá ert ekki að skynja allt þetta dót í kringu þig bara uppáhaldi mitt undanfæri er bara að loka augunum og leggjast upp í rúm og ekkert, ekki gera neitt ekki gera neitt, ekki horfa neitt ekki hlusta neitt, bara leggjast og í besta lagi því starf skýin ég veit ekki af hverju, það er eitthvað svo róandi eða stjörnur já, stjörnur ég elska starfstjörnur og það er eitthvað, þá er þetta eins og eiginlega jóka nýdræfing þegar þú ert að starfa kertið skilur þetta bara svona, þetta róar taugakerfið ég held að það sé það sem er að
við þurfum að róa taugakerfið, það bara allt of uppstert og við erum að ærast og það að leiða okkur í kulnun og það þetta og þess að sagði ábyrgðin hjá fullorðna af hverju að henda barnið fyrir fram að skjána, því það svo mikilvægt líka að fatta, það ekki bara eitthvað, heyrðu, þú veist, bara hættum þessu, svona, af hverju ég að gera þetta og hvenær ég að gera þetta og hvað að tryggja það að ég sé að gera það, kannski geti hætta því, skilur. En bara vinnu aðstæður fólks breyttist svo mikið í COVID, þetta stafræna áriti, það bara margfaldaðist í COVID og þorpið hvarf og pældi í þannig að fá allt þetta áriti og ekkert af eins og við kallum hamingjuhormónum sem eru DOSE, you get your daily dose, dopamine, oxytocin, serotonin og endorfín og oxytocin sérstaklega tala sem bara love hormones og það var bara knús og þess vegna voru, hversu margir keyptu sér gæludýr á COVID? Já, katholt tæmdist. Já, heyrðu, út af því að þú veist, það voru líka margir sem voru bara, ég meni, ég var það voru 2 COVID hjá mér í raun og veru, þú veist, það var alltaf, fyrst var opið og svo lokaði, manstu, það var einhleypa Anna á COVID og svo kynntist ég unnusta mínum og þá allt í nú verið komin í fjölskylduönnu, skilur, og alltaf gaman að fá svona 2 tímabil, skilur, og síðan var ég óléttu mitt líka, þannig ég fekk líka upplifa og fekk COVID á óléttu, þannig að þetta var svo mjög áhugavert og og maður alltaf bara var fyrst að vinna og work-class-laugum þar í Spánu eftir kulnuna til að róa kerfið niður, virkaði mjög vel fyrir mig og dansinn, þú veist, þá eitthvað jákvætt, sko, þannig að fann bara balansið þarna sem virkaði fyrir mig og náttúrulega minnkaði vinna heilhelling. En bara, þetta að fatta þetta, eins og þú þannig, fattar hvað að valda kulnunni og ég segi alltaf við alla sem eru komið til mín í bæði margþjálfun eða engaþjálfun og að tala þú veist, kulnun og bara hvað þau geta gert, þá segi alltaf, þú veist, skoðaðu hvað að dreina mig, hvað að kveikja í þessum streituhormónum. Já, og líka bara hvað eins og þarna, bara sjá tölvupóstinn, þá bara líka minn slekkur á sér, sérðu þarna, hann bara tekur þú sambandi. Þannig að þú veist, hvað að gera þetta og hvaða einstaklingar eru þannig að bara, þú veist, maður hitti þá og maður er bara ógeðslega þreyttur eftir á, vissu hvað ég meina? Já, við. Og leið og þú fattar þetta, skilur, ok, heyrðu, þú veist, er það vinnan sem að valda mér svona, er það, þú veist, bara fjölskyldan, er það því miður bara magið eða börnið eitthvað skilur sem að hafa þessi áhrif á mig og þá hvað þarf ég að gera á móti og þá þarf ég að þekkja mig, hvað hleður mig á móti, þannig að ef ég þarf að eiga, eins og maður þarf stundum að eiga í erfum samskiptum og við leiðilega einstaklingar sem taka allt úr manni og þá bara, ok, hvað get ég gert fyrir mig eftir á til að hlúa mér? Þarf ég þá bara að fara og leggjast niður? Þarf ég bara að fara í bað? Þarf ég að fara bara í göngutúr? Þú veist, hlusta okkur góða tónlist? Einmitt. Þú veist, hvað get ég gert? Án heyrnartóla. Hvað kallar þetta? Að ganga frjáls? Já, frjálsganga. Það er eitthvað nýtt trend á samfélagsmiðlum. Þetta heitir Silent Walk, víst á, allavega Mel Robbins, ég í prógraminu hjá henni og þá var hún bara 10 minutes silent walk. Það mér bara svo fyndið að þetta heiti eitthvað. Já, þú meinar að ganga. Já, ganga úti. En án þú veist, það er lykillinn það er lykillinn í öllum að slíka magna, ég var mitt í viðtali og þá var manneskjan sem var á móti hún var að gefa alls konar ráð og við einmitt kulnun og streitu og það, en það var alltaf einhvern veginn að gera eitthvað, þú veist, það var alltaf að liggja dínu, að gera, ég var svona nei, erfiðast er að liggja kjör slökkt ljós ekkert, sjáðu hvaða hugsanir ráðast á þig þá, sjáðu hvað líkaminn vill gera þá, þú veist. Já, langa erfiðast með að sitja í sófanum heima. Flestir eru þar og konur sérstaklega, ég veit ekki hversu margar konur geta ekki setið kjörra. Það er bara, ég þarf að prjóna, ég þarf að lesa, ég þarf að gera þvottinn, þetta er bara taugakerfið svo uppstrakt að það getur ekki slakað á. Og það þarf hjálp, og eins og ég segi, fyrst þarf maður hjálp og þarna mannstu, þú sagðir, ég greip í heyrnartólinn að meðan ég var að gera eitthvað. Það er einhvern þú, að því að taugakerfið er svo erstu, þú ert að reyna að mæta því mannstu, þar sem að þú ert, að því við vorum að tala um það. Ég ætla að mæta því, það er svona uppstrakt, þá ætla ég að mæta því allavega með ykkur rólu þannig að kannski nærið að róa aðeins niður. Þetta er eins og í kvíðakasti að þunglyndskasti, gangiðu vel að bara eitthvað andaðu, maður eitthvað þegiðu. Þetta er jákvætt. Já, náttúrulega, hugsa ekki, farðu út í göngutúm sýndu þakklæti. Já, maður eitthvað, bara langar bara að gefa, bara langar bara að kýla manneskjuna, skilju. Þannig
það séns að ég náði áður en ég fer upp í kastið, skilur, ef ég þekki varnamerkin og triggerna þetta dóttir og sami með stafruna, þú veist, ef ég komin þetta háttu og sami í kulunni, þú veist, ef þú komin, ég náði áður en þegar ég dottin þetta langt, þá þurfum við að reyna að finna bjargleiðir til að ná okkur aftur niður og levelið, skilur, eða bara leifa okkur að vera smá hérna og svo munum við jafna okkur, skilur, og finna hvað við þurfum til að jafna okkur til að komast á vennilega levelið. Og ég gera svo mikið með höndunum að þeir ekki sagða Bömmur. En þetta vegferð, fólk á mismunandi stað þegar það kemur að þessu, þetta miserfitt og ég skil alveg vel að fólk bara, þetta ekki hug að vera eitthvað að fara að hreinsa upp sitt stafræna líf, það bara Nei, það vill ekki, það svo gott þegar þú veist, það heldur það sig svo gott það þekkir ekki annað en svo eru margir sem að, eins og vini mínir eru bara að fara út úr bænum til að fara í göngutúruna og til að fá róna og til að fá kuldan og til að fá allir þessi bjargráð en þú getur ekki gert það endur með eins þú þarft að koma þig í daglega líf og þess að segja skoðaðu sundtöflina og skoðaðu, settu plús og mínus hvernig þið að líða í gegnum daginn og sjáðu hvað þú ert að gera sem að láta þig valda þenni En ég heldur líka bara að gera litla tilraunastarfsemi prófaðu símalösa sunnudaga bara fyrir alla fjölskylduna og ég veit að vera erfitt múlíkana en ég hef gert það og það svælað á fram í stofu Jesús sko En veistu hvað samt, þarna komið inn á góðan punkt þetta eins og þegar þú ert að fara í diet sem margir fara í megrunir og eitthvað svona eða eitthvað svona ákveðna kúra og eitthvað þú þarft að finna eitthvað í staðinn þú veist, ef þú vilt að þetta virki til lengri tíma þú veist, það er svolítið ljótt að bara hvernig taka af úrlengunum og ekki gera neitt, þú veist, hvað getur gert skemmtilegt í staðinn, þannig þú að bjóða upp á heyrðu, eigum að gera samverustund saman eigum að fara í bíó sem er þetta að passive, en það er allavega það er samt öðruvísi, það er samverustund þeir eru saman, þú veist og þá fara í göngutúr, fara þú veist, eitthvað eitt sem ég elska er borðspil sjáðu borðspil, það er best, bara frábælega fyrir bæði fjölskyldur og vini í að tengjast. Ok, Anna, segðu okkur fleiri ráð, því nú erum við bara, ó nei, hvað eigum við að gera? Við erum búin að rústa lífið barsins og okkar, hvað eigum við að gera til að Veitu hvað ég er að taka úr sem þætti? Ég hugsaði sko út af því að allan að yngra barnið mitt þarf að tala rosalega mikið að hún fyrir að sofa út af þá fyrir alltaf stað út af að tala um að bara liggja lokuð augun og það er ekkert, bara hvaða hugsanir ráðast á okkur og ég sem að gera það eftir skóla bara já, nú ætla að pröfa eitt þau muni aldrei fíla þetta en ég ætla bara að pröfa það út af hún kemur alltaf með svo góðar hugmyndi bara, svona, hvernig horfa hundar á okkur, hvað halda hundar að við séum ég bara, já alls konar svona, hvernig virka nýrun en en ég ætla bara að reyna að svæla þetta út fyrir háttatíma og bara beint eftir skóla bara hvað hugsanir komu upp og svo, aðtökunni restin gengur og líka bara, gerðu allt til að hjálpa það þá settu, dimtu ljósin þá er það róðtökjurið, það er líka til binaural beats sem er á netinu það er tónheilun, það er þeir eru búin að reikna út hvaða tónar samsvara sig ákveðnum tilfinningum í líkamanum okkar Akkur heldur við grenjum við ákveðna tónlist Akkur heldur við hlæjum þið vitið alveg, sérstaklega þeir sem eru að gera kvikmyndatónlist og annað, vita þetta því þeir kunna spila á tilfinningarnar skilju, að þeir þurfa að gera það þú hefur x tíma til að gera bara, gerðu eitthvað tónlist við þetta atriði og þetta er svaka actionatriði svo þarf þetta að gera við eitthvað rosalega sorglegt atriði þá þarf þetta að vita, hvaða tónar eru þá góðir fyrir það og binaural beats er bara þú getur sett bara, ég set okkur slá binaural beats, ég er með Crohn's og það er svona magavesen, þá sé bara binaural beat, stomach healing eitthvað, og það er bara geggja þannig að þegar ég er ykkur verkjakasti þá getur allavega sett það og þá er það allavega að róa taugakerfið, því þá allavega nægi frekar að jafna mig ef að taugakerfið er rólegt en vesinni þetta er eins og þú kannast að kvíða kveikt á og síðan alltaf fríkum við út og síðan erum við alls ekki þannig var ég tilvalið að reyna að finna eitthvað hvað róar mig þannig að þá er sjans að takla kvíðan, við getum ekki á þess að erspa þannig að það er svo geggjað bara allt sem ég get lært sjálfa mig til að róa taugakerfið manstu, af því að það er allt í kringum okkur sem heldur þetta hætta þetta er ekki hætta það er ekkert ljón en líka minn heldur þessi ljón þannig að bara, og þetta er stúpid pröfa bara að knúsa þig akkur núna viljum að knúsa okkur viljum að þess að bara knúsa okkur á hlustundu líka hlustundu líka, allir viljum að knúsa okkur loka augunum og bara anda rólega bara og þarna erum við
þetta ein aðferð til að róa taugakerfið strax eða hönda hjarta. Mér finnst gott stundum aðeins að nutta, aðeins að finna fyrir ok, hvað í verkið, manstu þarna tjekkinið, var líka bara að loka augunum, leggja hönda hjarta, andarólega og skanna þess líka mann, ok, þú veist, vá, ég með verki öxlunum núna, skilur þú veist bara, hvað þarf ég? Fyrsti alveg þess alltaf. Já, það var rosalega gott. Sjá hvað þetta gott og pældi ég, ef þú gerir þetta bara og þetta örstutt stund, hvað voru við nokkra sekundur sem ef við myndi gera það jafnt og þjætt yfir daginn þá myndi gefa þér, mannstu að því við erum að gefa okkur instant dopamín og instant áreiti alltaf, pældi ég, heyrðu ég ætla að gefa mér þetta á móti ég ætla bara að gefa mér bara hönda hjarta, loka anda smá, ok, og síðan er búin síðan bara fer ég og mér sagði sérstaklega og setja þetta við eitthvað sem þú ert að gera þannig að áður en ég fer inn í vinnuna, áður en ég labba inn skilur, áður en ég ger alltaf ég er að fara að pikka upp barni í leikskóla ég veit, allar hlæja að þau er bara hvað það örvett Já, svona þryggjar er bara, Já, þú veist hvað er að fara að koma Hæ, tantrum Þannig að ég er bara svona og klukkan 4 daginn, ég er búin að vera að vinna allir bara að fá allir úrvinda líka bara, þetta er úlfatími fyrir mig líka ég er bara að fatta það þannig að ég er bara svona, og þá þar ég bara, heyrðu fyrir ekki ég ætla að vera róleg og til að ég geti verið róleg þá þarf ég að róa mig veistu, fyrst, við ætlum að vera fordæmið Tjöfull er það erfitt sérstaklega þegar þau taka tantrum í leiðilegasta tón ever þú veist, ég er með sko tantrum frá 3 ára sem er og svo er ég með táningin sem er sko það er ég með, þú veist, á sikkurum og ég er bara, þú veist, og ef þau eru bæði einu á úlfatíma og síðan kemur kallinn óvart inn með eitthvað spurningu vá hvað ég get trompað, sko þú veist, talandum að taugakerfið sé bara á úlfatíminu og ég reyna að gera eitthvað annað líka þú veist, þá bara, ef þú vilt sjá mig ærast, þá er þetta tilvæðan tíma ef þú vilja koma heim til mig það bara kl. 4-5 þegar ég er að reyna að gera eitthvað og svo eru elsku og ég elska þau svo mikið þess vegna pirraði mig af því ég elska þau svo mikið þannig að það svona tóntíðnin er bara ég þarf eiginlega bara að hafa binaural beat held ég undir held ég að fara að gera það og bara slökku ég bara svona aðeins róa mig það er ekki að róa þau, það er bara að róa mig sko. Þannig ég geti höndlað þegar hann tekur tantrum og setja ég inn í mér langar mér að öskra með honum sko. Og ég verð svo pirruð og mér langar svo að koma síðan var ég svona af hverju er ég að drífa mig svona mikið daginn ég var eitthvað pikkur upp og hann var eitthvað pirraður og hann langaði að hlaupa burt og langaði að taka upp steina og það var partur af mér sem bara mér langaði að ná inn og að fara þarna og ákveðst að ég bara svona af hverju er ég að drífa mig ég hef allan tíma af hverju pikka ég bara ekki upp einhverju nokkar steina með honum kastaði hann bara verið bara smá hann í núvitundinni svo kalliðu tekan hann hérna eins og þessu uppvask tíma og er bara 3 ára, hvernig væri bara að taka smá 3 ára stund bara svona, ég ætla bara aðeins að staldra við 4 ára strákurinn minn náði mér svo daginn þannig ég var ekki að fara að vinna þannig dag og maður minn var alveg skullar, hún er með leikskólan og ég fyrir með dóttur mína í leikskólan og ég var, hann er svo lengi að öllu, hann er svo lengi að klæða sig og hann er svo lengi að borða og ég er bara svona, ok, viltu drífa þig hérna, farði í fötin, drífa þig og hann eitthvað ákveðslega pirraður í sig að reka eftir sér og svo segir, þú verður að flýta þér af hverju? Og ég bara, já ég er ekki með neitt gott svar við þessu og því að pabbiðin allar skvilla þér af hverju? bara skræla laukinn vilt þú ég get alveg farið með þig, viltu labba með mér í leikskólan? Já, ok, þú vinnur og hvað lærðir þú á þessu? Af hverju er ég að flýta mér? Þetta, af hverju er ég að stundum þarf maður að flýta sér en þessu augnablikið þá þurfti ég ekki að flýta mér og hann náði mér alveg snýr alveg upp með mig. Og finnst þér ekki fyndið þegar líka bara það er svo gott með börn, þau koma mér oft svolítið niður á jörðina. Veistu hvað er samt líka fallegt að því að mér finnst þau stundum missa á þessu sem foreldrar, þau eru svo mikið að tryggja okkur á góðan hátt, veistu hvað mér, þau eru að kenna okkur svo mikið okkur sjálf ef við viljum læra þá leksju, skilju. Og ég vil að vorkenni þeim foreldrar sem hafa bara gengið í gegnum og ekki tekið þessi andartak inn og tekið þennan lærdóm, veistu hvað ég meina? Ég held að flestir hafi nú gert það eitthvað. Ég hef óskað þess fyrir flesta, ég bara, því að mér finnst ég bara aldrei hafa lært eins mikið á mig og verið eins tryggur, ég held að maður er tryggur á sambandi, það er eitt, og svo kemur barni og maður bara, vá, það er bara endalaust verið að, þú veist, prófa. Já, þú veist, og maður er, hérna, og líka ef maður er í vesinu með að segja nei, það er náttúrulega rosalega challenging að eiga barn, sko, rosalega góða leksía, sko, eins og segja, sko. En ég skil vel, bara þegar hans að loka þessu hérna, ég skil vel að foreldrar, þetta er rosalega erfið umræða, finnst mér, að vera að segja foreldrum að reyna að vera ennþá betri en þið eru
með því til dæmis að minnka skjátíma og hjá sjálfum sér og þegar það eru allir bara að gera sitt besta og það eru allir úrvinda en ég vona að þið sjáu samt pínu því jákvæða sem gæti komið með því og að allt hitt verði kannski bara svona aðeins auðveldara og ég vil kannski bara hvetja foreldra til að gera smá tilraunastarfsemi eins og þessa símalausa sunnudaga sem ég finnst það mjög sniðug hugmynd eða ef þið farið einhvern tímann upp í sumarbústað að prófa að taka símalausa helgi og þú varst að biðja áðan um svona hugmyndir að hvað að gera í staðinn og þetta bara eitthvað sem kemur bara frá minni fjölskyldu eða heima frá mér er að við höfum verið að vinna mjög mikið með borðspil og ég elska borðspil af því að þau virka, það eru til borðspil fyrir næstu allan aldur það er rosalega góð tenging við úlingana ef þið viljið ná að tala við úlingarna ykkar og vera í tengingu við þá og finna þetta traust og nánd með þeim þá bara mæli ég með borðspilum, þau eru mjög skemmtileg sund, það er alltaf frábært Við erum svolítið að vinna með skóagöngu Skóagöngu, það er æðislegt Alltaf með nesti þegar er hápunkturinn hjá krakkunum Það er æðislegt Fari heimsóknir og skilja síman eftir heima Það sé alveg frábært og en síðan þetta er kannski svona næsta stig þegar þú ert búin að prófa þetta nokkur sinnum símalausa sunnudaga og búin að vera að spila bara með eitthvað prógram endalaust, spila eitthvað borðspil og fara í sund og í skógöngu og bara allan daginn brjála prógram en að prófa líka að hafa síðan þegar þú komin aðeins lengra sunnudaga, símalausa sunnudaga og hafa ekkert prógram og leyfa þeim svolítið að leiðast og það sem gerist þegar börn og úlingar leiðast þá fara það að gera alls konar sniðuga hluti sjálf fara að búa sér til alls konar leiki þau fara að lesa bækur þau fara einhvern veginn að byggja virki úr sófanum þínum og gera allt þetta sem krakkar eiga að vera að gera eða jafnvel fara að spyrja eftir vinnu sínum Ég var ansið að kenna þeim að fara til garð og lyfta upp steinum og spýtum og bara sjá hvaða skortir sjá undir það er brill hvað meira kemur ekki að þér? Þetta langar hefði þig líka Já, þú veist, það er mjög takmarkað skjáttími eða það er sérst klukkutími þannig að þau verður alltaf að finna sér eitthvað þannig að já, þau eru svolítið að gera það náttúrulega trampolín, bara síkilda svo erum við svona drullu eldhús úti stelpanir svolítið að nota það Andrisblöð er alveg vinsæl hjá þessum 8 ára og líka bara það sem ekki að krökkum í götunni að það er alltaf einhver samgangur þar en já, ég verið að reyna að innleiða þetta sem ég gerði svo mikið að safna skorturum eða bara skoða þau, þú veist, vera tengingum við náttúruna og finnast sko einhver gróin steinn við mosa vera spennandi og veist að hann búin að vera hana lengi og kíkja undir hann bara, hvað er nú þetta? Mér varst það svona ég átti svona 2 steina upp í hólja og afa sem voru bara alltaf á sama stað og ég vissi að skorturinn myndi safnast undir svo er ég alltaf bara að kíkja þannig já, við erum svolítið að vinna með skóargöngur með nesti þannig að verður að vera eitthvað svona smá gulrót fyrir krakkana þannig fyrir maður oft bara með snúðu brauðakó og löpum hann í gegn hljómar aðeinslega ég þarf að prófa það Já. En á veturna, hvað gerir það á veturna? Ég er nýbúin að taka upp, við erum með svona cozy hort, svona körfustól og lampa og þá sest ég á pulluna fyrir framan og þau körfustólinn og ég keypti einhver svona glimmerbók í, held ég, Söstunni Greni og ég sá eitthvað, samfélagsmiðlum á Instagram, einhverja 20 spurningar hvað ég geti spurt barnið þetta og ég bara tók screenshot af öllu og svo set ég bara fyrir framan og ég bara með handskrifa, það væri svo þægild að skrifa til tölvu en ég bara, hvað gerir þig glaðastan? Og hvað tilfinningu hefur þú mig? Og hvað, það er bara alls konar spurningar, ég man ekki alveg hvað var margt. Þeim finnst það svolítið skrítið ennþá, það er bara eitthvað svo, smá svona bara ætlum að vera hérna. Og svo er náttúrulega alltaf hitt barnið sem er alltaf bara svona kíkja, hvað er þið ekki að fara að koma, ætlum að vera þarna. Þannig að þetta er bara eitthvað sem aftur að setjast í sessi, bara já, setjast í 3 mínútur og vera þarna og svo tekur þetta enda. Og ég eftir að koma með fleiri spurningar. Svo líka gaman að skoða þetta eftir á. Þegar þið eru orðin eldri. En hafið þið gert eitthvað svona krukku þar sem allir geta sett eitthvað í, skilju, eitthvað hugmyndir í? Nei, já, hugmyndir um eitthvað að gera. Já. Þú veist þannig að ok, nú ætlum við að taka og bara vera í samræmi um það því ég veit að þú tókst völdin og bara nú er reglur, nýja reglur en ef að það var með þess að þú veist að við tökum ákvörðun saman
og hvað við getum gert skemmtilegt þá í rauninu bara meiri samræðingu og bara þá koma upp með hugmyndir líka þú veist, líka bara til að fá í heyri þeim hvað þeim finnst aftur skemmtilegt, skilju og þá líka fyrir ykkur, hvað þið nennið sorry, þegar þeim kemur kannski með frábæra hugmyndir sem bara Nei, en við erum með svona ástíðalista og það er svo oft sem ég sé eitthvað annarkvort samfélagsmiðlum eða heyri það og svo allt er bara það er svona ískertastjaki og ég bara já og svo allt er komið vor þannig ég er bara með svona veist, hvað finnst okkur gaman að gera í aðvendu hvað viljum við klára yfir sumarið og þetta sumarið er allt í einu búið þannig við erum alltaf svona lista við hliðina dagatælinu á ískapnum Þú skrifið þá inn í lista hvernig virkar þetta? Þá er ég bara, sko, hann er kannski tvennskunar, það er svo ótrúlega oft þegar við erum hátt eða við erum að fara í einhverju prógrami bara, getum við farið á róluvellum við hliðina sundlaugni og maður er alltaf bara nei, það er ekki tími núna akkur tala það núna ég segi bara, nei, það er ekki tími núna, gera það setna það er alltaf að gera það setna, en þetta verður meira raunverulegt ef ég segi, já, frábær hugmynd ekki alltaf bara nei, setjum það hérna á listan og þá geta þau trist að þetta muni ekkert tíma að gerast og það er ekki alltaf verið í neginu það er flott. Já, og líka eitthvað svona skemmtilegt eins og það er svo auðvelt að gleyma að gera ískertastjaka, þegar er fimbulkuldi og þá verður hann eitthvað sem gerður. Þannig að, já, mér finnst skemmt það er cool. Þá líka verður maður kannski tengdari náttúrunni, að maður sé ekki alltaf í sama prógrami heima, að maður hugsa, nú er fallið laufblöð úti, nú er haust, þú veist, að vinna svolítið með hvað maður hefur, það er haust, förum út í haust. En veistu líka, að því ég tók eftir sjálf, maður er svo mikið creature of habit, maður gerir alltaf sama aftur, þannig ég tók bara eftir ég er svo vön því að fara bara heim og einhvern veginn leggja sér sófan og einhvern veginn hafa hann bara í fanginu hjá mér og bara einhvern veginn tengjast honum þannig, skilju og við höfum stundum valið rólegra sjóðarsemni sem bara róar okkur bæði og þá velja blæju, skilju til sem er bara rólegt og fræðandi og ég er mjög pikki, skilju, allavega og ég er að byrja þar, af því ég er ekki tilbúin alveg að taka alla leiðina, skilju en ég vil fara rólega og nota þá, eins og segir nota þetta á betri hátt en þannig aftur, hvað erum við að gera á skjánum, hvernig er skjárin að hafa áhrif á okkur og bannið og síðan þá nota tækifæri eins og þú sagðir að fara þá eins og þú nefndir hana í borðspil, sund og bara líka bara kynnast krökkunum, þú veist, hvað vilja þau gera þú veist, bara kynnast fjölskyldunum, minnst það er rosa góð ráð og einmitt bara já, bara þessi bara fyrst að fara í meðvitund hei, eins og þú þarna þetta er ekki cool lengur, skilur þetta er búið að vera nóg, ef við ekki að breyta ykkur Við langar að bæta inn í þessu að skjátími er allt í lagi já, sjálfsagt í hófi og ef það er eitthvað, já, skoða hvað efnið er og ég fann svo góða setningu, ég man ekki alveg hvað hann kom en það var, ef þið hafið kannski heyrt setninguna eat food, not too much, mostly plants þetta er svona einfalt ráð því hvernig maður á að borða þá heyrði ég enjoy screens, not too much mostly with others Takk fyrir þetta Sorry, og veistu, þetta er svo góða punktur að því að þarna er samverðstund ég get ekki, ég bara brýtur mig hjartað ef ég sé barnið mitt aleinan fyrir fram að sjónvarpi það bara, ég get þetta ekki, þá frekar langar mig bara knúsan og fá allavega þessa samverðstund Það er rosa mikill munur á það að því fjölskyldan séu saman og horfa til dæmis á okkur skemmtilega bíómynd og það er pop og stemming og svona eða barnið þetta er eitt inn í herbergi á TikTok þetta er ekki sami skjátíminn Já, ég held að þetta hafi verið svolítið góð lokaorð við þurfum bara íslenska þau í okkar anda, við erum að reyna að minnka njótið skjáina ekki of mikið aðalega með öðrum Var það nógu vel íslenska? Þetta var mjög íslenska Eigum að segja þetta gott í dag Já Kæra þakki fyrir komuna, Anna. Já, takk fyrir mig og takk fyrir allir sér ráð. Ég ætla að fara heim núna og spila með barni. Það var æðislegt að fá þig og takk fyrir að hlusta. Takk fyrir að hlusta.